Það Smári, velkomin til Njarðvíkur. Já, takk fyrir það. Bara gaman að vera þetta. Hvað færði þig til að taka þessi ákvörðun að taka á móti Njarðvíkurliðinu? Já, það auðvitað bara þessi gríðarlega mikli kraftur sem ég finn frá stjórn félagsins. Það á einhvern veginn að gera allt til þess að ná Njarðvík á næsta level og það vantaði lítið upp á það í fyrra en við þurfum að í það minnsta að byrja vel í næsta móti ef við byrjum bara á fyrsta skrefinu. Við ræddum við Njarðvíkingana svolítið í sumar og formaður deildarinnar sagði í júlí þegar Njarðvík var komið á toppina liðið væri sætasta stelpana á ballinu og vitnaði það til orða annars þekkts mann sem skiptir ekki máli með það, en hvað klikkaði hjá sætu stelpunu fannst þér þegar þú horfið tilbaka og þú reyndar úr fjarlægi? Ég ætla nú kannski ekki að vitna í sætustu stelpun á ballinu endilega hvað hún gerði þegar heim var komið en ég held bara að félagi í heild sinni þurfi svolítið að stækka þegar við erum komni á hverju langt í mótunum. Við sjáum að fyrstu töfn í Njarðvíkur kom ekki fyrir undir lokin og svo auðvitað fór leikurinn eins og hann fór í umspilinu, þannig að ég held bara að félagið og leikmenn, eða allavega félagið þurfa að stækka og leikmenn þurfa að finna það að félagið sé tilbúið til þess að fara þangað og ég held að það sé kannski aðalmálið að fá svolítið að njóta þess að vera þarna og alls ekki gleyma því sem allir orkunum sem fór í að komast þangað. Ég held að það sé svolítið það sem skiptir máli þegar maður komið svona langt inn í mótið til að ná að halda seglinu og eins inn í umspilinu bara að njóta þess að vera í umspilinu og keyra þetta svolítið áfram þó að mótið hafi ekki unnist. Auðvitað vantaði bara 2 stig og Njarðvík auðvitað bara með betri markatölu og allt en auðvitað flest töpin komið þarna alveg undir lokin, þannig að við þurfum að stækka við mómenti ef við komumst þangað, auðvitað það planið. Það freistandi að spyrja þig út í svona leikmannahópin, sérðu fyrir þér einhverja breytingar þar? Já, ég sé alveg fyrir mér einhverja breytingar en auðvitað væri það gríðarlega sterkt af félaginu ef við náum að halda þessum leikmannum sem voru hérna í fyrra og sem flestum. Því að við sáum það að Njarðvíkurliðið spilaði góðan fótbolta og var auðvitað vel þjálfað og skemmtilegu fótbolti líka. Þannig að ég auðvitað það algjört markmið að ná að halda þessum leikmannahópi en vissulega er alltaf einhverja breytingar. Skoðaður eitthvað svona leikskipulag á liðinu í sumar, hvernig það lék, var þetta sóknarbolti eða voru þeir eitthvað annað, sérðu fyrir þér liðið einhvern veginn öðru sér? Já, nei, ég held að það sé bara skýr markmið að reyna að spila þann fótbolta sem við náðum að skapa, eða þið náðum að skapa hér í fyrra, því að þið eru með óbúslega mikið að skoruðu mörkum, 50 mörk við mann það og þið voru það lið sem fekk á sig fæst mörk, þannig að þetta var bara vel spilandi lið og vonandi náum við bara að halda í það identity sem að náðist að skapa hér í fyrra og auðvitað gerist það líka með því að halda ákveðnum lykilpóstum í liðinu. Þú kemur eftir að hafa þjálfað vestra og þar á undan fyrir nokkrum árum Kórdrengi, þannig að þú ert búin að vera með liði í neðri deildum og rifið þig upp. Er það, ætlar að mæta með hvað ég var að segja, sama hugafar í því í Njarðvík? Ég held að ég sem persóna og ég sem karakter, ég get ekki tekið að mér eitthvað í einhverju hálfkáki, ég hef bara aldrei verið þannig að ég held að það sé alltaf markmið og ég svo sem sagði það hérna fyrir framan salin að ég er kannski ekki auðveldasti maður til að vinna með einfallega því ég ger ákveðna kröfur en ég ger ekki bara kröfur á fólki í kringum mig, ég legg ákveðna kröfur á sjálfa mig og það er bara það sem ég vil standa fyrir og líka það sem að ég vil bara liðið minn standi fyrir að við séum duglegir og við séum svona hard working og það er algjört lykilatriði fyrir mér bæði í lífinu og í fótbolta. En svona kannski ein spurning viðbót varðandi liði í sumar og upp á framhaldi ef að þú heldur sama hóp, sérðu eitthvað sem er eitthvað sérstakt sem að þú myndi vilja styrkja hópin í einhverjum stöðum? Nei, ég er að algjöru hreinskilni að þá finnst mér bara liðið eins og spilaði í fyrra, fannst mér bara virkilega gott. Það er auðvitað eins og ég sagði það er svona aðeins undir lokin þegar leikirnir fóru þó að þessi kannski skrítið auðvitað 3 stig í öllum leikjum en móti spilaðist þannig að leikirnir fóru kannski að skipta meira máli heldur en menn kannski fundu fyrir í byrjun og það er kannski fyrst og fremst það að við náum að halda þessum dampi sem að skapaðist hér í fyrra og svo líka að þegar þessi stóru leikir koma þessi stóru mómenta að við náum að spila eins og við séum ekki litlir í okkur, við þurfum að vera stærri í okkur heldur en andstæðingurinn og upplifa mómenti sem
sem svona lykilmoment til þess að gera eitthvað úr því, ekki bara til þess að láta það líða hjá og sjá svo eftir því þegar leikur búinn. Það versta tilfinning til að hafa í fótbolta. Við getum kannski sagt að þetta hafi verið visst reynsluleysi í rauninni að vera í þessari stöðu í sumar. Já, ég svo sem þekki það ekki, og ég hef bara gríðilegt álit á þeim þjálfari sem var hér á undan og reynslumikil leikmaður og þannig að ég held að það sé kannski ekkert endilega hægt að skrifa það á reynsluleysi þannig, en hvaða nákvæmlega var það eitthvað sem við þurfum bara að komast til botns í og reyna að gera betur, en auðvitað þurfum við líka bara að ná góður í byrjun í mótinu á næsta ári. Ég held að það sé kannski fyrst og fremst það sem fókusun á okkar á að vera, það bara næsti leikur og svo sjáum við hvert það skilar okkur. Ég held bara því miður að þessi gamla tugga, hún bara svo opaslega sönn að maður verður einhvern veginn alltaf að fara eftir henni. Spennandi verkefni. Klárlega. Gangi vel. Takk.